ready? Ok, þá stillum okkur upp og förum að byrja. Allir á sinn stað. Já, nú getur við bara býta play. Fyrsta kjónu. Má hækka eins. Aðeins að hækka, já. Lovísa mín, ertu viss að vilja eignast barn í þessu veðri? Barnið kemur, sama hvað. Þvílík nótt. Þú skal blóðið renna. Mattías, þetta gripið skólanum. Burt með ykkur! Frumveiðisbarn, lítið og ljótt sannaði til. Þetta ræningjabarn ekki að fara að koma í heimi? Jú, bráðum. Hérna núna. Ég búinn að eignast barn. Heyri hvað ég að segja. Ég búinn að eignast barn. Það svona komið. Hvers kyns það? Ræningjadóttir, mér heil og lifandi, ræningjadóttir. Hér hafið þið fegursta barn sem nokkuð sinni hefur fæðst í ræningjakastala. Hún strax farin að skilja og vita ýmislegt. Það auðséð. Já, hvað á hún að heita? Ronja, eins og ég ákvað fyrir löngu. Já, en hvað hefði orðið strákur? Ef ég hefði ákvað að barnið mitt eigi að heita Ronja, þá verður það Ronja. Vill að ég taki fyrir mig? Barnið mitt, í þessu smáu höndum hvílir þegar mitt ræningjahjarta. Ég skil það ekki, en þannig það. Má ég fá að halda hann í smástund? Hér hefur nýja ræningjaforingja sem þú hefur alltaf verið að nauða mig að fá. En passaðu að missa hann ekki, því þá rútum þig! Já, bara eins og hún sé loftlaus. Við hverju bjóstu sauðurinn? Stórum og feitum ræningjahöfðingja. Heilsiði Ronju ræningjar. Borki á eftir að ergja sig til banáta þessu. Hann á eftir að setja þessu veselda ræningjabæli sínu og gnista tönnunum af öfumsýki. Já, svo sannarlega. Borki ergi sig til bana. Því að núna lifir Mattías rættin áfram og borgarættin fer í norður og niðurfallið. Já, í norður og niðurfallið. Já. Því mér vitalega hefur Borka ekki tekist að eignast barn. Og varla getur hann úr þessu. Já. Barnið mitt grætur, hvað á ég að gera? Þróa hann í niður. Þetta var nú sannkallaður hvellur. Dauði og drepsótt. Mattías að borga klofinn í tvennt á enda löngu. Þetta er bara sannkölluð helvítisskjá.
Borg feðra minna er klofin niður í grunn. En Kastalan er samt góður að alast upp í. Það skal ég sýna Ronja mín. Þú bara lofa mér því að detta ekki ofan í helvítisskjálma. Ronja, barnsæði þín þegar stórþingja. Ronja, ræningjarðdóttir, ræningjakóngsins dóttir. Hver er hún? Já, hver er hún? Hún sótti Lovísu og Mattíasar dóttir. Ronja, ræningjarðdóttir, ræningjakóngsins dóttir. Hvar býr hún? Já, hvar býr hún? Má því enginn gleyma, í Mattíasar borgar Ronja heima. Eðlilegt að lífið öllum líki. Loksins fæddist dóttir ugli smá. Hún skal erfa ræningjanna ríki. Ræningjarnir Ronju dá, rannsóknsins henni fá. Bollustu þegar þeir þá. Ronja, ræningjarðdóttir, ræningjakóngsins dóttir. Nei, þú hraustur mig. Kanni ég að kvarta, nema Ronja rýmið út af sjarta. Ronja, ræningjarðdóttir, ræningjakóngsins dóttir. Út við hún. Já, út við hún! Út úr borgarhæsi, í skóg með þrugg og söng og frelsi. Skógurinn í skíni sólar loga, skuggar undir trjánum geyma mat. Hætta Ronju heita lokkar togar, Grimma nornir góla þar. Grátbergar og rassálfar. Ronja, ræningjarðdóttir, ræningjakóngsins dóttir. Óttast ei, nei óttast ei. Núna rættum leikur, Mattías sem meir en lítið sveikur. Ronja, hvað ertu að gera? Ég er bara að gæta mín að detta ekki ofan í helvítisskjálna, Mattías. Já, hlýðið og snjálpar eftir Ronja mín. Lovísa, komdu, strax! Hvað? Við getum ekki haldið barnum okkar lengur heima. Hún verður að vita hvernig er að búa í Mattíasarskógi. Leiftu henni út. Jæja, er það loksins runnið upp fyrir þér? Ef ég hef mátt ráða, þá var það löngu orðrættur. Já, en þú veist að við eigum aðeins eitt barn og þú þekkir að það hættur í skóginu. Já, en hún verður að læra að takast á við hættu. Já, látið hætturnar sko bara koma. Það er komið tími til. Ronja, þú verður að vara þig á skóganornunum, grátverkunum og borgarræningjónum. En hvernig á ég þá að vita hverjir eru skóganornirnar og gráturgarnir og... Borgarræningjarnir. Þú finnur það á þér. Gott og vel. Og varaði að villast ekki í skóginu. En hvað á ég að gera ef ég villist í skóginum? Finna réttan stíg. Gott og vel. Og passaði þetta ekki í ána. En hvað á ég að gera ef ég á að bara detta hún í ána? Synda. Gott og vel. En, Ronja, mest af öllu, passaði þetta ekki ofan í helvítisskjálma. En hvað á ég að gera ef ég detta hún í helvítisskjálma? Þá gerir ekkert framar. Gott og vel. Þá skal ég passa mig að detta ekki hún í helvítisskjálma. Fáðu eitthvað fleira? Já, það veit hamingjan, en þú kemst að því smám saman. Farðu nú.
veistu hvað grátörkar eru? Já, nú veit ég sko hvað grátörkar eru. En þú veist ekki hvernig á bregðast við þeim. Ef þú ert hrædd, þá finna þeir á langa leiðir. Svo að það er best að vera ekkert hrædd í Matthíasarskógi. Við skulum muna það. Já, en manstu á hverju öðru átt að gæta þig? Jæja. Svo, Ronja mín, hefur þú komist í tæri við grátverka, ekki satt? Já, ég hef rekist á nokkra þannig á ævi minni. Þeir voru svo sannarlega gráir. Já, og hvernig fór hana með borgarna sem þú sást í skóginum í dag, Matthías? Já, ef Borki væri ekki svona mikil ræður, þá myndi ég næstum vorkenna honum. Hermenn fókið hans, hundast hann bæði nætur og daga. Já, svo sannarlega. Það er gott að eiga Matthíasarborg. Hérna er maður öruggur eins og refur í greni og örn upp á fjallstind, eins og þú segir alltaf. Já, ef þessar fóketa blækur ætla að koma hingað og flæma okkur út, þá mega þeir fjúka samstundis norður og niður. Já, norður og niður, með prumpi. Við hneppum linda, losum þeng og leysum buxnastreng. Ef fylgisveinar fókett hans byltast ég. Ef fylgisveinar fókett hans byltast ég. Við látum eins og ekkert sé, annað lítið beygjum né. Og hneppum linda, losum þeng, leysum buxnastreng. Beygjum okkur eitt eitt þín, sóulegur heyrist glýr. Og þeir fjúka Gæjist hringar glyrna frá, grá, grá, dvergar þá. Gæjist hringar glyrna frá, grá, grá, þá. Við látum eins og ekkert sé, agnarlítið beygjum né. Og blasi allra augurinn, hans verð raskatinn. Við beygjum okkur eitt eitt sín, sóulegur heyrist gnýr. Og þeir fjúka burt. Borgarþjófar birtast hér, borgarþjófar hér, borgarþjófar birtast hér, birtast hér. Við látum eins og ekkert sé, agnarlítið beygjum né. Aftur frumum blasturnar, Byrgjum nasirnar og þeir fá slíkan frumustól, sá vítis skjáin. Drömmurömmurfrí, drömmurömmurfrí, drömmurömmur. Hægir. Drömmurömmurfrí, já, drömmurömmurfrí. Og þeir fjúka kvöldum. Og fyrir víðar. Kvöldum. Ó, Vá! svo sannarlega. Gaman. Jæja, Ronja, það er komin háttatími. Strax. Matthías,
Dauði og drepsóttir. Þvílíkur hvellur. BAM! Og svo fengu við 2 kastala. En gleymdu því aldrei, Ronja. Passaði að... Ronja? Lovísa. Sofðu. Lovísa, ég get ekki sofnað. Þessi kallmenn. sem hleypur skóginn. Ég sá það einu sinni. Hver ert þú þá? Og hvernig í ósköpunum hefur komist hingað? Ég er Björk Borkadóttir. Ég á heima hérna. Við fluttum inn í nótt. Við? Hvaða við? Borki og Valdís og ég og ræningjarnir okkar. Áttu þó við að öll Norðurborgin sé full af skíthelum? Nei, hér eru bara heiðarlegir borgaræningjar. En þar sem þú átt heima er allt fullt af skíthælum. Annars heitir Norðurborgin núna Borgarvirkið. Mundu það. Bíddu sko bara þangað til að Matthías heyrir þetta. Já, þá sko fjúkið þið öll í norður- og niðurfallið með prumpi. Svo þú heldur það? Hver heldur þið nú sért? Jæja, ertu búin að stökkva nóg núna? Nei, ég verð að stökkva einu sinni enn til þess að komast aftur heim í Borgarvirki. Já, drífðu þig, ég vil ekki vera nálægt þér. Takk fyrir að bjarga mér, ég man það næst. Næst, það verður ekkert næst. Sjáumst aftur fljótlega, Ræningjardóttir. Nei, farðu í norður- og niðurfallið. Munið þarna daginn þegar ég hitti að Borka þannig í skóginum. Já, ég skaut ör og það var svona nálægt ég að hitta beint í hausinn hans. Þá hefði það farið beint í norður- og niðurfallið. Norður- og niðurfallið. Í norður- og niðurfallið. Í norður- og niðurfallið. Já. Matthías! Matthías! Borki og Valdís og bara allir ræningjarnir eru komið bara í Norðurborgina. Hvaða lygaþvættir eru þetta? En það er satt, Matthías. Svona sjóðbullandi bandbyltir þessar skrýtlu skaltu sparaði. Borgaræningjar í Matthíasarborg. Þvílík fjallstæða. Og í fyrsta lagi á Borki ekkert barn. Hann getur ekki eignast börn. Ég hef heyrt á sögu að Valdís eignaði þessu krakka af eintómri skelfingu þarna kvöldið. Í einhverju skrattans ógáti, af hreinum skepnuskap. Lítinn ræningja, lítinn dökkaran ræningja, Já, það var nú sömu nótt og eignaðist hana Ronju. Og nú spyrsmólar þetta Borga ástinni að taki Matthíasarborgar. Og Ronja hefur talað við hana.
Já, hún talaði sko við mig. Lína. Já, við þurfum að taka villinaut, snúa því niður á hornunum og kasta því í helvítis skjána. Skallapítur, þú verður hér eftir og gæti Lovísu. Gæta Lovísu? Já, einmitt. Já, til dæmis eða kæmi einhver ofbeldismaður eða eitthvað. Já, veistu, ég skal segja þér það. Það ef einhver ofbeldismadur eða eitthvað myndi komika ofbeldana Lovísu, þá er hann á meiri veldur að halda en hún. Auk Matthías, ætla ég að koma með. Það skaltu, vinna. Jæja, ekkert að sá gamla fólki, ha? Borgi! Borgi! Borgi, komdu núna! Það var gott að þú skildi koma svo skelfing fljótt, Matthías. Ég ætlaði að koma fyrr, en ég þurfti að ljúka einu verki áður. Hvaða verk var það? Kvæði sem ég átti nú í morgunsári. Það heitir Harmaljóð eftir dauða borgættarinnar. Valdís getur kannski huggað við það þegar hún er orðin ekkja. Nú ættir held ég frekar að hugsa að hugga Lovísu sem þarf að setja upp með þig og kjaftin á þér. Og ræna sér bara verustað, svona án þess að spyrja nokkurs leyfis. Þarna var skrítinn þulár munni ræningja. Hefur ekki alltaf tekið það svo vildir án þess að spyrja leyfi? Ha? Hvernig komist þið inn? Björg, dóttir mín, klifraði upp kjattaveggi með reipi og við fylgdum henni upp. Þú átt eftir að fá þitt utanundir eins og pabbi gerði við þig þegar við vorum litlir. Þessi löðrungur kendi mér að allir og Matthíasætt þau ævilangir fjendur mínir. Og nú verður hann okkur sungið Harmaljóð eftir dauða borgættarinnar eða þú ferð með þitt ræningjahyski burt í það. Það geta orðið margvísleg harmaljóðin. Ég hef búin að hreiðra í borgarvirki og hér verð ég kyrr. Borgi! Borgi! Komdu hingað! Skítallinn þinn! Hefurðu séð þessa fallegu yrðlinga? Þetta eru yrðlingarnir mínir og ég vil að þú fari burt úr skóginum mínum. En ef þú vilt eiga hann einn, þá ertu vitlausari en ég hélt þegar ég sá þig fyrst. Ég vil gjarnan
Eiga skóginn með bara úlfunum og köngulónum eða bara ekki með þér? Ronja. Hvað viltu? Ég er smá smeyk við þessa þoku. Ertu nú hrædd að rata ekki heim í þjófabælið þitt? Þá verður nú bara að gista í greninu hjá refunum af því að þér finnst svo gaman að eiga eitthvað með öðrum. Þú ert harðar en grjót, ræningjadóttir. En þú ratar betur heim í Matthíasarborg. Má ég halda í reipið þitt á með þangað til við erum komin út úr skóginum? Ég held nú síður. Allt í lagi þá, en haltu þér í reipis fjalla. Það er vissara fyrir þig. Og góð Kristján inn á mjú. Og soundtrack. Það er svolítið óskýrt þarna, þannig að má kveikja núna á næsta. Komdu. Já, ég kem. Þetta er huldufólkið. Ronja, þú veist að ef þú lætur það heilla þig, þá ertu glötuð. Komdu. Já, ég kem. Steyptu þér ekki í glötun. Já, ég kem. Slepptu mér. Í reipis fjalla sagði ég. Hefur Eva betri þig? Þakka þér fyrir. En nú bjarga ég mig sjálf heim í Borgarvirki. Nei! Farðu norður og niðurfallið! Eitthvað! Horfðu þarna inn í klóðina. Það er eins og þessi maður þarna inni. Alveg eins og hann Borki bölvaði drjóturinn. Já, þú segir það. Já, hvernig fór aftur nú þannig með villinauti sem þú ætlaðir að snúa hér á hornunum og henda á hann í helvítiskjána? Mætti nú segja að það hafi orðið dyngur svo að bergmálaðist alla Matthíasarborg. Jættu grautinn inn ef þú getur tryggja hann og láttu mig villinautin. Ég skal gera út af við þau leið og ég fæ tækifæri til. Matthías, hvað er það sem þú hefur tekið án leyfis? Annað sem Borki talaði um? Ósköp var ég hræddur að rata ekki heim í þokunni, Ronja mín. Já, en ég rataði heim. Hvað hefur eiginlega tekið án leyfis? Heyrðu, kíktu hérna. Sérðu þetta? Hvað hefur tekið án leyfis? Já, það er nú margt og mikið. Hvað á ég ekki bara að telja því fyrir því? Jú. Já, það var þarna einu sinni til að... Lætur það vera. Ég sé þetta sjálfur. Þú veist á það! Ronja mín, veistu hvað ræning er í raun og veru? Hvað er ræning í raun og veru? Sko, ræningi er sá sem tekur hluti án þess að spyrja og án leyfis. Og þú ert voldugasti ræningjafóningi í öllum fjöllum og
var svo lítið og saklaus barn, Ronja mín, að ég hefði ekki viljað að segja svona mikið frá þessu fyrir. Já, ekki hefur þú sagt neitt frá þessu fyrir og við hefum ekki heldur getað sagt neitt. Takk, Steinn. Hver er Matthías? Hver er að segja? Er það ég eða Matthías? Þegar hvað sýttu hérna? Ekki maður hefði við mátt segja neitt heldur. Ég er syfjaður. Nei, ég er ekki. Nei, alls ekki, ég er ekki vitandi sem. Já, ég segja. Farðu að sofa, gamli minn. Nei, þess alls ekki. Ég er ekki vittur syfjaður. Áttu við að öll djásnin í kössunum séu hlutir sem að ræningi hefur tekið án þess að spyrja fólk leyfis? Já, eiginlega er það þannig. En verður fólk ekki brjálað að reiði þegar það tekur eitthvað sem það á? Jú, það bara grætur og bíður. Þókað til að unnunir að sjást. Faðir minn var ræningjaforingi og líka afi minn og langafi. Ég er líka ræningjaforingi, sá voldóst í öllum fjöllum og skógum. Og það verður þú líka, Ronja mín. Ég? Nei, aldrei nokkuð tíman. Ekki og fólk verður reitt og grætur. Ekki og fólk verður reitt og grætur. Ég er sér. Skam. Alltaf fókus elskar það. Skilur, Ronja mín. Ég tek hérna bara frá þeim ríku og síðan gef ég þeim fátæku. Það geri ég. Já, var það nú ekki hérna fátæka ekkjan sem átti? Já, var það ekki 8 börnin? Gafst ekki heilan hveitipoka til hennar? Já, einmitt. Það gerir því ég. Þá ertu nú svo sannarlega með gott minni, Matthías. Já, sjáum til, hvað? Já, ætli það hafi ekki bara verið nákvæmlega 10 ár síðan. Svo sannarlega gefur hann fátæku, bara svona á 10 ára fresti. Ef þú ferð ekki háttinn á stundinni, þá þekki mann sem er tilbúinn til að hjálpa þér að leggjast flatt. Hvað er nú að segði þessi skítallan Borki? Borki? Hvað með Borka? Hann hefur skítið á sig og skilið kaðastegan eftir niðri. Borki hefur skilið kaðastegan eftir niðri. Þá þekki ég mann sem er tilbúinn til að klifra upp eftir honum. Ræningjar! Ég myndi hugsa mig betur ef ég væri þú, Matthías. Þú þarft að vera lævis eins og gömul tófa, annars mun þetta ekki virka. Vilt þú ekki fara að leggja þig, gamli minn? Ég var að því. Skallabjörður, Já, Ronja mín. geturðu sagt mér söguna þegar eldingur sló niður í Matthíasarborg? Dauði og drepsótt, þvílíku hvellur, ekki nóg með að heil helvítiskjá var gerð í miðri Matthíasarborg. Nei, bergið undir Matthíasarborg hrunni niður með því og á leiðinni neðan meira göngin voru fylltust af steinum. Vá, eru neðanjarðargöng í Matthíasarborg? Já, kjallinn mín, hér áður lögðu þau alla leið við Matthíasarborg. Eitthvað hjálpsunum mínum. Alla leið það til Borgarmegin. Það sem að hann er búinn að hreyra sig. Vá, það er nú gott. Þá komast nefnilega ekki borgaræningarnir hingað. Já. En hvað er til að smíða? Já, þetta. Veistu, þetta er nú bara að vera lítið þægileg líkkista. Ertu þá að fara að deyja? Ronja mín, það gleður mig voða mikið að þú ætlar ekki að vera ræningjaforingi eins og hann faðir þinn. Nei, ekki ef fólk verður reitt og það grætur.
Og verður skítælar á bókattinni og ræningjar skítælar þeirra. Uss, Mattías. Hér er annað hrigna en að grát. Bíddu, hvað kom fyrir? Eitthvað var reyða til að kaðalstegurum og sporka til að klifra hann upp. Og þá komu Valdís og Borki og heldur hlandkoppi yfir okkur. Ói, hlandkoppi. Og þá skutu við auðvitað. Og þeir skutu tilbaka. Og ég fekk ör í fótinn. Nú munu öllum borgaræningum vera útrengd. En hvað ef að Mattíasarræningum verið útrýmdur leið? Hugsaðu ekkert um það? Ég ætla ekki að hugsa út í það. Það er ekki hætta á því. Það veist þú ekkert um. Veggurinn svona, litli kútur veggar. Litli kútur vaggar svo vel í vöggunni svona. Vissi þessi ljóti fótur allar í þakinu. Litli kútur, nú veggar hann vel. Það gengur með vögguna svona. Litli kútur hann vaggar. Nei, hjálpi mér! Hættir vögguvísan, af hverju gerir hún þetta? Lítil falleg manneska liggur hér bara og hvílir sig. Jú. Þú skal fá að vinna heima hjá okkur í fjöllunum. Þá getur klórið rennur, annars rífum við þig, annars klórum við þig. Vilt að ég rífi þig og klóri þig? Slepptu mér! Þá sætti ég systur mínar. Á morgun tökum við þig. Síðan liggur þið aldrei hér fram og hvílir þig. Aldrei. Af hverju gerir hún þetta? Af hverju hægt með vögguvísina? Ronja! Björk! Það var heppilegt að ég kom. Annars hefur orðið að liggja hér í nótt og þáttist hjálp. Vekur litla kút og hann fær vald í augun. Af hverju gerir hún þetta? Hætt að skæla, annars kemst aldrei heim. Ég skal reyna. Kemur þú líka? Ég kem líka. Björk, ég vildi óska þess að þú væri systir mín. Það get ég verið, ef þú vilt, ræningjadóttir. Það vil ég, en bara ef þú kalla mig Ronju. Ronja, systir mín. Ósköp var ég hræddur um að rata ekki heim í... Nei, ósköp, Þú varst lengi í skóginum í dag, Ronja mín. Skemmtir þér vel? Já, bara ágætlega. Hvað er það? Þú ert þó ekki orðið veik. Nei, láttu ekki eins og kjáni, Mattías. Það gæti verið miklu verra. Barnið mitt er barnaráðrana.
Hvar er mamma þín? Lovísa! Hvað nú? Lovísa, akkur ertu ekki á veika barninu? Á ég veikt? Hvað? Það vissi ég nú ekki. En leið og ég er búin að gefa fjöri, þá... Farðu til hennar ef hún enn á lífi. Taktu þetta. Anja, þú ert veik. Þú getur ekki farið meira út í vetur. Og enda er Úlfakleif svo yfirfull af snjó að engin ræningi kemst út. Í allan vetur? En hvernig á ég geta hitt? Ég meina, hvernig á ég þú geta farið út í skó? Þú kemst ekki þangað fyrir vorið kemur. Þvílíkt eymdar ástand. Þarf ég að setja mig innifödda ræningja í allan vetur? Og þið, Matthías, í þokkabót? Jæja, Ronja, hvernig líður þér núna? Bara vel. Það er gott. En ég var að pæla. Er það satt að þið séu neðanjarðargöng í Matthíasarborg? Já, svo sannarlega er það satt. En þar máttu ekki fara inn, því þar er dimmt og drungalegt og hættulegt. Já, nei, ég ætla ekkert að fara þangað. En ég þarf alveg rosalega mikið að pissa. Já. Leiðin kallar. Skyldi Björk vera þarna? Nei, hvað segir ég? Skyldi Björk vera þarna eitthvað? Nei, það var ekki það. Skyldi þessi göng liggja yfir í Borgarvirki? Hver segir þú þetta? Hvað? Ég man ekki alveg texta.
Þú segir það, ræningjadóttir. Texti. Hvað segir ég? Þú átt að kalla mig. Þú átt að kalla mig. Uss, það er einhver að koma. Ég verð að fara. Sjáumst aftur á morgun, ræningjadóttir. Ég kem með meira mat og þú átt að kalla mig Önju. Ég er búinn að vera að leita þér alls staðar. Hvað er það skóganum og nafni er þú búinn að vera? Ég bara fór að kíkja hvort að göngin væri eins dimm og drungaleg og hættulegt og sagði. Æ, Jesús. Hvað efast gamals manns orðum? Komdu, ég skal sýna þér steinarfúðuna. Nei! Þetta er aðeins svo dimmt og drungalegt. Já, það hefur nú rétt fyrir þér. Já. Nei, sjáu þið! Snjórinn bráðnar! Snjórinn bráðnar! Sækjum fötin. Vorið er komið. Það er vor, nú sækjum við sólina. Það er vor, allt er svo indælt sinn. Það er vor, eftir vetrarins þrálátu þraut, þá kom vor. Mildur þeyvindur í sanna braut, þá kom vor. Er það nú sem við dönsum og förum í höfrungarspil? Er það nú? Æ, þessi öldungaraup. Það nú, út í tunglsljósi heyrði ég hjartasveit. Það nú, jú, og með honum ég leyndardóm finn. Það er vor, eftir vetrarins þrálátu þraut, þá kom vor. Mildur þeyvindur í sanna braut, þá kom vor. Eftir vetrarins þrálátu þraut, þá kom vor. Mildur þeyvindur í sanna braut, þá kom vor. Skítalar að borga þetta þeirra ræningaskítalar. Og þessi glæpamenn og þorparar. Núna er ég eftir þetta. Sjáu þið hverju náðu klófesta? Hanna Björk Borgadóttur! Það skal ég nú segja þér, að þú mátt ræna peningum og hlutum og bara hvaða rusli sem er. En fólki máttu ekki ræna, Matthías, því þá vil ég ekki vera dóttir þín. Hver var að tala um fólk? Ég er búinn að veiða ormsunga, mús, lítinn þjófakvolp og ætla að loksa niður ábúðnum gestum úr borgfæðra minna. Svo getur þú valið hvort ég langar að vera dóttir mín eða ekki. Sveikir! Svona tala maður ekki við föður sinn. Sveikir! Litli skratti, farðu upp að helvítisgjá og sendu boð til Borga. Ég vil hitta hann strax. Það er vísast fyrir hann að koma. Segðu hann það. Snertu ekki við þessum ormsunga. Hvort sem ormsungi eða ekki, verður þetta samt þrifið. Út með þetta, karlmenn, í norður og neðfólkni. Þið vitið ekkert annað en óhappaverk. Sveikir, Matthías!
Borki! Illmenni, þetta hengja þig og þína líka, Matthías, að ráðast á valdalaust barn. Þið skíthælar af Matthíasrækt og ræningja skíthælar. En Borki mun jafna ykkur hvern á fætur öðrum þá til enginn ykkar hefur hönd í fót framar. Borki, viltu láta konuna þína þegja? Það er vísast fyrir þig að heyra hvað ég hef að segja. Þú ert harðbrjósta maður, Matthías. Það vilja losna við mig héðan, það skilji ég. En að ráðast á barn til að fá viljaðinu framgengt, það er lítilmannlegt. Ég hef ekki beðið álið þitt á mér. Það sem ég vil vita er hvenær þú ætlar að fara hérna. Mína, fyrst verð ég að finna stað þar sem við getum búið í friði. Og það gerist ekki fljótt. En ég get lofað þér því að við verðum farin áður en það kemur haust. Já, og ég heiti þér því að þú færð hann aftur í haust. Ég meinti ég vildi fá hana núna. Og ég meinti að þú fengir hana ekki. En við höfum fangaklefa hér í Matthíasarborg. Það rignir allan ekki á hana. Sveit þér, Matthías! Ronja mín. Okkur skortar ekki göng neðan hérna megin. Nei. Við erum með fangaklefa hérna megin líka. Dóttur þína skal ekki skorta þak yfir höfuð skildi það rigna. Já, gráttu. Það myndi ég líka gera eftir þitt ófétað föður. Ætlarðu að gefa mér dóttur mín aftur eða ekki? Ég skal ekki gera það þegar þú vilt. Og ég vil fá hana núna. Ekki þegar haustið er komið, heldur núna. Ég sagði þegar þú vilt. Og leið færðu þitt barn aftur. Það eru viðskipti. Það skilurðu. Nei, ég á ekkert. Komdu og sæktu dóttur þína. En mér getur ekki gefið neitt barn. Ég á ekkert barn. Hvað er þetta? Er þetta einhverjar nýjar hundakúnstir? Já. Nei, er það ekki öfugt? Ég var öfugt fyrst en ég á hans barn síðan. Komdu og sæktu dóttur þína. En mér getur ekki gefið neitt barn. Ég á ekkert barn. Hvað meinar? Er þetta einhverjar nýjar hundakúnstir? Það er öfugt fyrst að hann var að sýta að alltaf segja þessa lífi núna. En fyrst, Ég á ekkert barn svo spurðu. Síðan þessi. Ok. Ég sé þetta svo í það. Hvað kemur það frá mér? Sko, hann kemur, hann fer útar eftir álínu og sigur lóð. Einmitt. Ok, það sé ég gera það mér aftur. Já, ok. Komdu og sæktu dóttur þína. En mér getur ekki gefið neitt barn. Ég á ekkert barn. Taka það samt, manstu? Hvað hafið þið? Já, hvað hafið þið allt saman að senda? Já, hvað hafið þið allt saman að senda? Nei, við erum búin að taka út, manstu. Þú fannst eitthvað annað. Nei, það var með systur. Þetta er rétt, síðan kom að það er með systur. Já, sorry. Hárrétt. Nei, Já. Já, hvað hafið þið allt saman að senda? Hún er systir mín og hún hefur bjargað lífi mínu. Alveg eins og hún hefur bjargað mínu. Systur, já. Ætlum að við... Nei, það var... Fer dóttur mín fyrir aftan bakið mitt og vingast við afkomendur erkjóðunum míns. Hún er systir mín. Systur, já. Ef við ekki sjá hvernig það endar. Segðu ekki orð við mig.
ætla að flytja út í Bjarnahelli. Ég get ekki búið í Borgarvirki lengur. Ég vil líka flytja úr Matthíasarborg. Nei. Ég er fædd í Helli og í Helli get ég búið. En getur þú það? Já, ég get sko búið í Bjarnarhelli og sérstaklega með þér. Ég kem í Hellinn í kvöld. Verður þú þar? Já, auðvitað. Hvar annars staðar ætti ég að vera? Ég verð þar og bíð eftir þér. Þú var bara að lappa í burtu. Já, stendur að bæta og ætla að fara. Björn! Já. Er það undarlegt að maður getur bæði verið glaður og hryggur í einu? Sjáumst fljótlega, frændi minn. Ljósan daginn anímónur anga. Fuglar syngja, flæðir geisla glitum vanga. Þegar ökkur væstir ganga. Þegar sálvarnægt skrýmst í trjánum hanga. Ó, anímónur. Allan daginn alltaf þunum þýtur. Allir keppast á sínar eigin spýtur. Þegar eitthvað stjarnan ljósa lítur. Lítill berg sem skerðum rauðum augum hvítur. Ó, Þið aldrei ykkar fína líf. Ó, anímónur, stjörnuskíðir. Já, nú er hlýja. Kannski er þetta... Pása. En ekki of langa, nýtið hana vel. Hversu löng? 12 mínútur.